Nú hægt að fara af stað. Notum bara svona, hoppum til ruslið. En allir til og nú af stað. Svo! Þannig best að leika að þið sóttu ekki bátum líka. Gangi fráum, framum með. Kremjast í röppunni? Ég ykkur illa, það er bara fyrir í. Nei. Sjáðu, það er einhver skrifað á fjallið. Kannski tröll. Þetta er nú eyðilegging á annars fallegu fjalli, ha? Hugsaðu þér, Jón Björn, ef við getum skrifað Jón Oddur og Jón Björn og Vatnajökull og svo það fólki verið að fljúga yfir hann, þá getur þetta að lesa nöfnum okkar. Þá erum við heimfræs eins og Vigdís Finnbogadóttir. Hún heitir Vigdís Finnbogadóttir. Hvað er hún? Hvað er hér? Við erum eitthvað aftur. Skilaðu þetta. Skilaðu þetta. Ekki við koma frá þér. Þeir hanna þínu svo pípt þessu grein. Hvort eru þið rennandi blautir? Það voru áreiðanlega 1000 krónur í botninu. Það er dauðskammast sín alltaf fyrir þess að krakka hans ná. Þegar einhverju banna þá eða að hlýða því. Já, ég hefði átt að kaupa mér hortensíu. Þið eruð all klikkuð. Hér eru reglur umferð og hegðun á Þingvöllum. Enginn má flytja Þingvöll, skógar, hríslur eða annan gróður sem bannað er að taka, samkvæmt 3. grein. Jæja, lítið nú á, nú keyrum við inn á sjálfa Þingvöllina. Ég sagði það. Það verður annað títi bara tanna búðskapspunktur, þá verður sprungin. Hvað segir þið? Jæja, elskan, ertu ekki bara þegin og kost með? Jú, þetta er ekkert svo hallarslegt. Nei. Við getum ekki sofnað. Ég var búin að strjúka okkur lappirnar. Það gleymdist að koma með bókað heiman. Æ. Við getum lesið sorglegu blöðuna enni jólum. Nei. Mamma, þú kannt segðu eina af þessum gömlu álfarsögum góðu. Ég get kannski rifjað upp eina sem að gerist einmitt hérna í Þingvallasveitinni. Það er eins og álfkona sem að bjó í fallegum kletti hérna upp í Ármannsfelli. Álfkona? Já, þegar við hér talaðum álfa og huldufólk þá heim í klettum og hólum. Svo var ungur bóndason sem átti heima hérna niður við vatnið og hann átti stundum erindi upp á fjallinu. Hann var ýmist að gáfa kindum eða sækja hesta. Álfkonan hafði oft séð unga bóndasoninn. En hann sá hann ekki því að maður sér ekki huldufólk. Það er bara einstaka fólk sem hefur skyggnigáfu sem kallaði sem sér huldufólkið. Og unga álfkonan, hún var orðin hrifin af bóndasonninum.
Jæja, Þórður, þú ert í landbúðir, ekki? Jú, það skildi maður nú ætla. Ekki? Já. Hvernig heldur kosningarnar gangi? Já, bara vel. Við erum með góða stefnuskrá. Fyrst ætlum við okkur að ná niður verðbólgunni og síðan einbeitum við okkur að því að bæta lífskjörin. Ég held maður hafi nú heyrt eitthvað líkt þessu áður. Nú, á meðan ætlum við að hagræða í landbúnaði og sjávarútvegi og þá fyrst getum við farið að lækka skattana til hagsbóta fyrir almenning, launafólk og atvinnurekendur. Herri vinur, hvað ert þú að gera þarna? Já, í skýluna með þig. Já, fljótur! Heyrðu, Og ég reykað upp úr. það er einhver af skýlunum. Og ég reykað upp úr eða hvað? Já, hitt er svona mál að ég held að eina leiðin fyrir stjórnmálamenn sem vilja standa við gefin loforð sé að þeir lofi nógu miklu fyrir kosningar svo þeir komist ekki yfir að svíkja það. Mér sýnist að Þóroddur sé búinn að lofa öllu fögru. Komið hérna, taka, við komum vera aðeins eitthvað notalega. Þetta eru myndalegi strákar. Heldur þú verið kosinn? Já, skildi þá aldrei vera. Þótti þessi dóttir auðli. Hvað segirðu, barn? Mamma segir þú veist ótti af auðli. Mamma? Og Anna mamma segir það líka. Það er margast ákveð. Ég fór að Vertu sæll, Þóroddur. Ég fór nú bréf til að Rósu. Það sann þú verið líkari. Heyrðu hvað? Já, blessu, börnin, já. Ég er nú alltaf viss. Þið situr ekki sjálfur frambjóðandi þarna. Ertu búinn að semja ræðuna fyrir kvöldi? Herri! Halló! Herri! Ætlar að koma þér upp úr? Já, fljótur! Það er bannað að liggja á botninum. Komið upp úr, strákar, við erum að fara heim. Nei. Er þetta þín föt, góði? Nei. Nei, láttu við þá vera. Heyrðu, ég finn ekki fötin mín nokkuð þar. Ég hengdi þau hérna á snagann og Hvaða snaga? þau verðast gjörsamlega horfin. Hvað var það? Á þennan snaga hérna. Með hennar? Þennan hér. Já. Það er ekki föt hér, það er greinilegt. Nei, ég sé það sjálfur. Ég skil ekkert í þessu hvað. Það geta orðið að fötunum. Þetta er alveg. Voru þetta einhver sérstök föt? Nei, þetta voru ekki sérstök föt. Þetta voru bara fötin mín, það. Umleitar buxur og rauð peysa. Nú, hörðu, var það þessi hérna? Nei, hún var ekki svona rauð. Alveg. Skil ekkert í þessu. Varst þú að reykja hérna? Nei, ég reykja ekki. Hvað er þessi stubur þá að gera hér? Hvað er þetta maður? Mér kemur það ekki við. Ég er að leita fötunum mínum hérna. Ég þykja að passa upp á að fólk séu látin í friði hérna. Hvernig er það? Við erum nú aðeins að passa upp á að fólk sé ekki í fötum. Þetta þú þekkir þau aftur? Ég þekki fötin mín aftur ef ég sé þau. Hvað er? En hvað eru þau? Hvernig ætlar að þekkja fötin ef þú finnir þau? Ertu vissum að þú hafir komið í fötum? Ekki kom ég svona. Og ekki fer ég svona, er það? Já, nei, þú fer ekki svona. Þú ert í leiguskílu, þú ert að skila henni.
Hei, þau eru að koma. Ég held að þau eru lengur. Fljótur, inn á bað. Tókstu eftir norðin og neðri hæðinni? Já. Á hvað ertu að klápa? Þú held ég þurfa að barna þessa sögur. Sæliskan, já, það er hægt í því. Já, farið þið á leikið ykkur inn í stofu. Er ykkur inn á baðinu þarna? Engin. Bara ég, Sveinbjörn. Jæja, vinurinn. Meiri kallinn. Hvaða Sveinbjörn? Það getur bara að fengja koppinn með mökkur. Svona, opnaðu góða minn. Ég þarf að koma ekki heitt bað, opnaðu. Það var til að opna það. Strax. Var eitthvað reykja hérna, inni? En það held ekki. Ætlum að fara bara ekki að fara? Jæja. Jón Bjarni, hvernig stóð á því að þú varst svona dónalegur við kennarinn hennar Jónu? Guð, sagði hann eitthvað við hann? Ég sagði bara sannleikann. Þú veist vel að þú átt ekki að vera að blaðra það sem þú heyrir heima hjá þér. Það má þú ekki segja satt. Já, oft má satt kyrrt liggja. Eða kannski segja ósatt. Nei, ég veit ekki. Þú átt að segja satt. Ég gerði það. Já, þú gerði það auðvitað. Strákurinn minn. Þú prakkari. Góðan daginn, frú. Góðan dag. Býr ekki Hjalmar Sigurðsson kennari hér? Jú. Já, mig. Gerðu svo vel. Þá gæti þetta kannski verið fötin hans. Já. Jú. Þessi ungi maður, hann var að sponsora með þessi föt undir hendinni. Hvað segirðu hérna? Vanalega fólk nú með í fötunum sínum. Já. En ég þótti hann grunsamlegur og hann tók hann. Og á stöðinu þá komst ég að því að þetta gæti verið, að þeim hafi verið stolið og gæti verið föt Hjalmars. Góðan daginn. Elsku Ínur! Hann tók mann með fötinni þar. Já, fötin voru allt og stór, ég hætti ekki notað þau. Svo fannst mér þau ljót. Jæja, ljót, já. Ég ætti kannski að passa upp á að vera betur til að fara næst. Já, fínt! Jæja, svona var þetta nú. Það vil ég heyra Einar Ben. Já. Sjáðu, það er stærð. Allir eru þið skammirnar ykkar. Hvar voruð þið á það þegar ég ætlaði að senda ykkur út í búð? Ha? Það er eitthvað að leika okkur. Já, skammist ykkar bara. Þið eru alltaf týndir því ég þarf að senda ykkur eitthvað út í búð. Ha? Skamm bara. Sofía segir við séum óþykstu krakkarnir í heiminum. Stundum er hann alveg fellega illa við okkur. Kannski lætur hann bara svona. Eigum við að gá? Hvernig getum við gáð því hvort að henni er illa við okkur í alvörunni? Sofía, Jón Bjarni fór dröskubíl og Steinn dó. Hvað segirðu það? Hvar er sjúkrabíllinn? Hvar er sjúkrabíllinn? Hvar var þetta? Sofía mín, þetta er bara... Ég vil bara sjá. Hvar er drengurinn?
Þeir hafa bara verið að gera atriði. Við erum bara að taka ruskja þau, við tökum ekki Já, ég var með slys. Þeir hafa bara verið að atriði. Hún er ekki þrítinn. Svein og ég hélt hann alltaf að slá mig í rót. Við ætlum ekki að skamma ykkur fyrir það sem þið gerðuð í dag. En við vitum að þið gerðuð aldrei neitt þessu líkt aftur. Megum við treysta því? Hver hefur svikist að þú skítugar tær? Jæja, drengirnir mínir. En því miður gerðist annað og alvarlegra heima hjá Lárusi viningar. Selma, systir hans Lárusar, hún er dáin. En hún var bara 4 ára. Hvernig getur maður dáið bara 4 ára? Allir geta dáið. En það er sjaldgæft að börn deyi. Selma litla var aldrei heilbrigð. Hvert fer hún þá núna? Hún verður gjörðuð eins og allir sem deyja. Mammina býr hana í lítilli kistu og þar sefur Selma litla. Vaknar hann þó aldrei aftur? Nei. Kannski var best að hún fékk að deyja. Henni leið oft svo illa. Ég vil ekki deyja. Selma heldur áfram að lifa á sinn hátt. Á meðan við munum eftir henni, þá er hún til fyrir okkur. Við verðum að taka lífinu eins og það er. Stundum erum við hrygg og stundum erum við glöð. Svona er það. Jæja. Nú þá, ertu eitthvað veikur? Ég er ekki heldur búsið út úr sjónvarpinu. Pappan. Góðan daginn, gott fólk. Ég er kominn aftur heim. Hvað ertu komin að spítalanum? Já, þeir neyddust til að láta mig lausan þegar ég sagði þeim að ég ætti dóttur hérna í borginni sem endilega vildi lofa mér að vera. Já, þeir vilja bara hafa mig undir eftirliti ef ég skyldi stíflast aftur. Mikið er nú gaman að sjá ykkur aftur. Kom okkur afi. Já, gullið mitt. Hvað er í töskunni? Í töskunni? Já, það er von þú spyrjir vinurinn. Í töskunni þeir Erna eru nú þær gersemar sem ég hef viðað að mér dagana á lífsins ólgusjó. Hérna er ég aftur á móti með dálítið sem mér dettur í hug að þið hafi gaman af að sjá. Ég fékk það með mér heim af spítalanum vegna þess að ég sá ekki betur en ykkur litist vel á gripinn þegar þið komið að heimsækja mig á dögunum. Vá, maður, flaskan! Já, sko, inn í þessa flösku mætti nú til dæmis smíða skip. Ég hef siglt á alls konar skipum heimshöfin sjö. Ég hef lent í brjáluðum veðrum. Ég hef verið á skipi sem liðaði sundur í stormi og ég komst einn af á smá fjöl sem rak á land þegar ég var kominn að drukkna. Þetta var á Suðurhafseyjum.
En ég hef verið á Suðurhafseyjum oft mörgum sinnum og dansað við stúlkurnar þar í strápilsi eins og það er. Heldur þú að ég fari með hlaup? Þetta engin mjög hugagamall sjómaður farið með hlaup. Nei, það var lóðið sko. Hef ég sagt þér frá því þegar ég lendi í Norðmannunum? Ég hef sagt þér frá því þegar við vorum með saltfiskinn í Lissabon. Þeir voru 18 saman norðmennirnir og ég barði þá alla í rót. Þetta var út af stelp. Þetta var sko út af stelp, veistu það? Ég slæ niður norðmenn sko hvar og hvenær sem ég sé þá. Þetta er ábyggilega norðmaður. Er þetta norðmaður? Þekkirðu þennan? Þessi er bróðir hans. Heyrðu, þú hefur þetta aldrei haft. Er það? Já, Heyrðu, skal við nú vænka sér bara. Nú byrjar fjöri, mannskja. Það er beðið eftir bátinu. Nú byrjar fjöri. Já, nú vænka sér bátur í vestan blæ að víði er sólin gengin og kvöldroðinn leikur lönd og sæ og logar á tindunum föstum snæ og kýtlir inn í grænu Þetta er augskakki. Veistu hvað er þrjústoppa? Já, ætla að fá þetta á Nes? Já. Þá stoppar hann þarna í götuna þarna? Rétt hjá. Þeir undir taka. Er bíllinn aftur? Já, Magga dugleg. Katrín. Já. Hvar er blaðið frá 24. sem var hérna á borðinu rétt á hann? Æ, elskar mig, ég veit það ekki. Spurðu hana Sofíu. Ég veit að ég skipti mér ekki þessum blöðum. Ná mér að klára Katrín. Það verður að finna einhverja lausn á þessu með kallinn. Já, hann getur náttúrulega ekki verið hér. Til lengdar. Nei, það getur hann svo sannarlega ekki og verður ekki hér. Já, nú er ég sammála. Ég verð ekki hér ef hann verður hér. Þetta getur ekki gengið svona til, hann verður að fara. Hann er nú pabbi minn. Öllum á nú nafngefa. Mér finnst þú ekki hafa neina skildur við þennan mann. Það er undarlegur faðir sem birtist allt í hún eftir 35 ára fjarveru. 35 ára farsæla fjarveru. Og er svo drukkinn þegar hann kemur. Hann hefur kannski haft kjark til að koma ódrukkinn. Nei, ég hef verið vitlaus. Ég hef nú aldrei verið neitt hrifin af því að geyma fólk á stofnunum. Og ég svo að gera það sama allir aðrir. Henda manninum á... Hvernig hafði okkur verið að fatta? Elskan mína, mamma stóð sér bara því þetta gamla mannin á næstu stofnun. Finnst ykkur að maður geti sagt eitt og gert svo eitthvað allt annað? Já, þetta er vandamál. 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 65.